Komið sæl og blessuð þið sem heyri og sjáið þennan lestur. Hér eru skilaboð fyrir einhvern sem þarf á því að halda. Ég að gera þetta bara svona í frjálsu flæði og láta þetta bara koma. Það sem kemur til mín. Þetta ekki fyrir neitt sérstakann hóp eða slíkt. Nú ef þetta ekki fyrir þig þá bara nær það ekki lengra. Hér Völundarhús, enn og aftur, sem að hafa verið hér í fleiri lestrum, sem segir mér það að þið eru stödd á einhverjum stað þar sem þið sjáið ekki út úr augum eða sjáið ekki loka þáttinn af þessu sem að þið eruð að glíma við. Mörg ykkar hafa verið að fara inn í verkefni sem hefur tekið mikið af ykkur, sem hefur verið tímafrekt, orkufrekt og nú sjáið þið lokasprettinn framundan, en það eru samt sem áður einhverjir erfiðleika með að sjá og skilja hvaða leið er best að fara. Þetta veldur mörgum ykkar kvíða og ótta. Og einhver ykkar eru bara hálf lömuð af áhyggjum og eftirsjá. Það mjög erfitt að burðast með eftirsjá og orkufrekt. Og það lærdómur, það lexía með eftirsjána að fyrirgefa sjálfum sér og muna það að allt sem við gerum veitir okkur ákveðin lærdóm og ákveðin þroska. Við getum reynt að bæta fyrir ef það eitthvað slíkt sem að við sjáum eftir, en við tökum aldrei hlutina tilbaka, við getum ekki breytt flestum tilvikum því sem gert er. Við getum lært af því og við getum reynt að bæta fyrir það. Það eru skilaboðin sem að koma hér til þín eða ykkar sem að sjáið fyrir ykkur einhver skilaboð hér fyrir ykkur. Almættið fylgist vel með því sem í gangi í ykkar lífi og ég sé að mörg ykkar eru trúið. Það að segja að þið leggið traust ykkar á einhvers konar æðri mátt sem gott og blessað og getur verið mjög jákvætt þegar verið að takast á við erfiða hluti. Hafið augun og eyrun opin fyrir því sem kemur til ykkar, skilaboðum, í samræðum við fólk, því sem þið fáið í símtölum eða bréfum eða heyrið á einhvern hátt að séu skilaboð til ykkar. Takið til ykkar það sem þið viljið eða þurfið, meðal annars úr þessum lestri. Og haldið í vonina að ykkur muni takast að komast yfir bæði þessa eftirsjá og þennan kvíða sem að virðist vera allsráðandi hér, kvíða yfir því að geta ekki klárað verkið, að komast ekki í gegnum hlutina og rata ekki rétta leið. Leiðin kemur, ykkur verður sýnd leiðin sem þið þurfið að fara og það verið að tala hér nýja hluti. Ef þið hafi verið að fást við sömu erfiðu hlutina lengi, þá verið að tala eitthvað nýtt sem að koma hérna inn. Og hér eru aftur fleiri spil sem að koma upp hjá í fleiri lestrum
Þannig að það virðist vera ákveðið þema sem að í gangi hér. Erfiðleikar hérna hjá manni sem hefur gengið í gegnum það að missa maka sinn. Það er erfitt að fara í gegnum sorgarferli, það tekur tíma, það tekur á manneskjuna og maður verður aldrei samur eftir. Þannig að bara til þín sem ert í þeirri stöðu, þá er almættið alltaf tilbúið að hlusta. Þínir englar, þínir leiðbeinendur eru tilbúnir að veita þér hjálparhönd, veita þér styrk. Ef þú réttir út, sendir út beiðni til þeirra, þá eru þeir boðnir og búnir að aðstoða þig við að komast í gegnum þennan erfiða tíma með ýmsum ráðum. Stundum kemur fólk til manns, það er að segja að hjálpin kemur í líki manneskju. Hjálpin getur komið í líki einhverja skilaboða. Hjálpin getur komið með auknum tækifærum, með nýjum tækifærum, nýjum leiðum sem að við sjáum. Þannig að það er bara verið að leggja áherslu á þetta, að aðstoðin er til staðar ef þú vilt þiggja hana. Svo er það að þegar maður er að fara út í verkefni eða fara að leggja af stað út í einhvers konar ferðalag, þá er oft erfitt að leggja af stað þegar að maður sér ekki út úr augum. Ef að það er þoka, skulum við segja. Hér er verið að tala að leyfa þokunni aðeins að létta áður en að ákvarðanirnar eru teknar. Að gefa sér aðeins tíma til að staldra við og þegar þokunni léttir þá kannski er hægt að sjá betur hvert leiðin liggur. Ég veit, ég gerir mig fulla grein fyrir því að þessi skilaboð eru kannski ekki alveg í léttari kantinum, en það er nú bara þannig stundum og mér er bara ljúft og skylt að skila til ykkar því sem ég heyri og því sem ég finn. Framtíðin ykkar, hvað ber hún í skauti sér varðandi þetta? Fyrir einhver ykkar er þetta tengt atvinnu. Verið að hvísla hér að mér. Þið fáið hjálp, ykkur verður hjálpað. Fyrir einhver ykkar er þetta beinlínis tengt frítíma. Það er að segja að skipuleggja frítíman ykkar, að finna uppbyggileg áhugamál og finna ykkur tíma til að gera það sem ykkur finnst skemmtilegt. Og sérstaklega að eiga samskipti við aðra á jákvæðum nótum í frítímanum ykkar. Það hefur vafist hér fyrir einhverjum og það að aðskilja vinnu og frítíma. Það getur reynst mörgum ykkar erfitt ef að þið eru undir miklu álagi, en það mun verða breyting á næstunni með það. Mjög skýr skilaboð hér með það. Svo hefur verið að tala hér að nýta orkuna ykkar vel. Þið hafið ákveðið magn af orku til skiptana eða til úr að moða og farið vel með orkuna ykkar. Nýtið hana ykkur til góðs, nýtið hana til að hjálpa öðrum og gætið þess að klára hana aldrei þannig að orkubankin ykkar tæmist. Það er samspil á milli frítímans og orkunar líka, að ef að frítíminn ykkar fer í það að
að veita ykkur það sem ykkur finnst skemmtilegt að gera. Þá er það eins og að hlaða batteríið ykkar. Það er að segja, þið fáið aukna orku við að gera það sem að fær ykkur til að líða vel. Þannig að það er sterkt samhengi þar á milli. Orkan ykkar er mjög dýrmætt, munið það. Og það eru andlegu hæfileikarnir ykkar líka mjög dýrmættir. Andlega hæfileika getur maður nýtt bæði sjálfum sér og öðrum til góðs. Oft á tíðum þróast, þroskast og eflast andlegir hæfileikar mest á erfiðum tímum eða þegar maður er að gangi gegnum erfiða hluti. Það þarf stundum átök til að opna ákveðnar rásir sem hafa ef til vill verið lokaðar lengi vel. Það þarf stundum, svo ég segi nú bara á hreinni íslensku, spark í rassinn til þess að koma manni inn á andlegu brautina eða í andlega gírinn. Og andlegir erfiðleikar eru þroskandi langoftast. Það er að segja ef að maður kann að nýta þá á þann hátt að þeir gefi manni eitthvað í aðra hönd á andlega sviðinu. Andlegir erfiðleikar eru aldrei léttir. Ég er ekki að tala á einn eða annan hátt léttvægt þá. En mörg ykkar eigið eftir að finna fyrir auknum andlegum hæfileikum, sterkari hæfileikum og það að þær gjafir eiga eftir að nýtast ykkur betur heldur en áður við það að ganga í gegnum þetta þroskaferli sem að ég lýsti hérna á undan. Og þið eigið þetta sameiginlegt með fleirum sem að ég hef verið að leggja hérna fyrir. Okay. Það hefur verið að fagna hér afmæli, ef til vill er það afmæli ykkar, afmæli einhvers ykkar nákomins. Þetta er bara partur af frítíma dalinu sem að ég var með hérna áðan að hafa gaman og taka þátt í lífinu á skemmtilegan hátt. Og þetta geti líka skipt máli varðandi dagsetningu, hvenær þetta afmæli er. Gæti haft einhverja merkingu fyrir ykkur, einhverja þýðingu sem að ég kannski ekki endilega sé hér í spilunum. Slepptu þörfinni fyrir að stjórna og stýra öllu. Slepptu fram að því beislinu, slakaðu á, mjög sterk skilaboð hérna til þín varðandi það er komin tími á frí, það er komin tími á að slaka á, skulum við segja. Já. Slepptu því sem íþyngir þér og passaðu orkuna þína. Hún er greinilega búin að vera ef til vill af skornum skammti eða þú hefur verið að fást við hluti sem að hafa tekið mikið af henni til sín. Þú hefur það sem þarf. Notaðu hæfileikana þína til að leysa stöðuna sem þú ert í. Þú getur þetta. Þetta eru mjög skýr og ákveðin og flott skilaboð hérna í lokaspilinu. Svo lengi sem þú passar upp á þessa hluti gætir orkuna þinnar vel eins og sjáaldurs auga þíns. Þá muntu koma sterkari út úr þessum hremmingum ef við getum sagt svo. Þá ætlum ég að láta staðar numið hér, ljós og kærleikur til þín.